Leiðin heim löng og ströng, liggur hún svipugöng. Gildra liggur glent og spennt, geta hetjur þangað lent. Hættur leynast hér og þar, hetjur falla, víðast hvar. Bráðum munu borða glatt, borða menn sem ferðast hratt. Bjargráð munu bjóðast senn, barna leikur segja menn. Gætilega gangið og gáðu vel að skrimslunum. Svona, við erum allir svangir og fyrstir. Já, alveg að pissi buxum. Ég sé hérna veitingamann. Fyrst á klósettið. Shit. Þetta var nú gott, en þá var það maturinn. Æ, við þessum með. Hvað nú? Ég glemdi að þóna hendurnar. Við líka! Getur borðað núna? Ég er alveg klár! Yes, blæsi! Góðan dag, Bertminn góður. Ég er Bárður Konungreit, ég og þetta einu versku mennir. Við erum komnir langan veg og erum svangir og fyrstir. Hvaða góðgæti selum þú í þessum ágæta veitingastað þínum? Yðar hátign, ég mæli með súpa dagsins. Þið fáið salat bara með þeim. Súpa og salat? Nei, takk! Við erum riddarar og stríðsmenn og borðum hvorki súpunni salat. Hvorki súpunni salat! Hvað segir þið millibróð? Hvernig millibróð? Tja, ég get eldað drekobringur með radísum og frönskum kartöflum. Fyrir ráði rosalega löngum ormur sem lágu gull. Dreka fyrir 5 og 5 kalda með. Léttur. Samkvæmt í meðbót getur þú sterta máltíðina, fengið kornstöngull og kóktersósið að auki. Ég slæ til. Og eftir bæti 500 krónur á stað, þá fáið þið nýtirku hnífapör og þurfa ekki að rífa á matinn með höndum. Tek það. En það þú? Nei takk, við erum bara svangir og fyrstir. Matinn strax og engar trefjur. Slökkvitæki, Ódís slökkvitæki, tryggir verðahóp grunnskólans í Drekastorpi og kaupir slökkvitæki. Klósettpappír til sölu, ekki betra verð. Bananabotnur og beinir, til sölu. Við ættum nú kannski að kaupa við hans og krökkum. Ég á nú svona á þessum aldri og hann alltaf að safna peningum fyrir skólaferðalagi. Ég er alveg blankur undir stýrið, það er ekkert inn á kortinu mínu og ég á bara nokkra hundrakall eftir í vasanum. Ég líka, ég er alveg staurblankur. Já, ég er þannig líka. Við rættum þessu, kóngurinn á eftir að borga okkur fyrir alla vinna í stríðinu. Er það ekki bara konungur? Jú, það er satt, en ég er ekki með mikinn pening á mér og ég efast með þessi netsamband til þess að komast um veitingafólk. Ég gáði frá iPadinn. Látum okkur nú sjá. Jú, hér er netsamband, þú getur alveg millifært á því. Lána mér það gripin og ég græði það. Ekki alveg svona hratt. Ég ætla fyrst að gá póst og fréttir að heiman. Hvað, engin póstur frá Dagbjörtu prinsessu? Það eru langt síðan ég veit í henni. Ætli hvað það kom fyrir.
Kannski hefur hún bara ekkert farið í tölvu. Hún nú óskup tölvufellu blessunin. Hvað nú þetta? Þetta getur bara ekki verið. Nei. Hvað maður? Út með það! Hér segir á BUNNR.RUGL að þú Bárður konungur hafi fallið í orustu og Skuggi greifi tekið stjórn ríkisins og að hann ætla að giftast Agnhildi prinsessu á laugardaginn. Það má aldrei verða! Nú flýtum við okkur heimalega og vonandi náum við þangað fyrir laugardaginn. Bert! Við myndum bara að take away. Skelltu þessi boka fyrir okkur. Styrkir verða á frönskulætti Nautanópi og kaupir takkadægi. Verðum kjósapappi til sölu, hvergi betra verð. Banabofnir og beinir bara til sölu. Við erum sannar hetjur og höldum nú af stað. Haskalega slóðirnar og má vita hvað. Það bíða okkar verki, því veiðin hún laug. Málar og fjarlabrinn og vatnum fjarlaskvæð. Jæja, reynum að svo að það hafi ekki keypt hann í björnum. Ég verð að koma síðan og bjarga prinsessunni frá Skuggagreifa sem ég viss að hann heldur í gamla turnunum. Og hann má ekki vera kóngur. Það er Dagbjörg prinsessa sem tekur við ríkinu af föður sínum látnum. Þessi dýflisa er rangur, en ég man að þegar konungurinn lét byggja hana var ég tæknilegur ráðgjafinn hans og hann kom fyrir leyningum ef skekkinni að konungurinn læsti sér. En hvaða steinn áttu sem hann lítir á? Nei, það var hinn dýflisan sem var svoleiðis. Þessi var með töfraþrýn. Nú þarf ég að rifja henni upp. Já, hún var svoleiðis. Kalla ég til krafta þá, komið allir fram á sjá. Galdur seiður gálur fá, Grettis taki lifta má. Abba í data kaldur, í danus dalbjörn valdur, Krestamakki kanimaldur, Klefan oppa, lirkvað aldur. Varst að banta nörg? Yes, þetta virkar! Fljótt, hefðu mig út! Ég verð að koma síðan og redda málunum. Rólegan æsing, við þurfum að útkljá nokkur atriði fyrst. Ég má ekki vera að því, manneska. Hver ykkur á framtíð ríkisins í hún? Framtíð, segir þú. Það er einmitt hún sem við þurfum að ræða hér og nú. Ég veit, þetta snýst framtíð konungdæmisins. Opnaðu nú! Það er nú hægurgestur, það er nú fleira sem að sé framtíð en konungdæmið. Auðvitað, það segir sjálf. En hvers vegna þetta tafsa þetta töfja? Þau eru eitthvað sérstakt í huga? Ég er að tala framtíð okkar. Okkar? Já, okkar. Okkar tveggja? Hvað er eiginlega að tala? Okkar þriggja, að við þurfum að stafa þetta ofan í þér einnig. Við þurfum að ná samningu hérna áður en nokkuð gerist. Samning? Ok, ég til já. Bara það opnaðu fyrir mig, svo ég komist út að bjarga ríkinu frá Skuggagreifa. Gott, þú ert það ákveð. Þegar umhægist og þú eru búin að bjarga ríkinu og komin í þína fyrri stöðu, vil ég að þú reddir okkur systrunum góðum embættum. Ykkur? Hvaða gagnrýni er í ykkur? Jæja, fyrst þú ert svona í farin. Bíddu, meinar þetta virkilega? Viljið þið komast í vinnu hjá ríkinu fyrir að leyfa mér hérna út? Ég meina allt sem ég segi. Það má skoða það. Ég kem bara ekki að auga á hvaða embættum þið myndið gegna. Hvað er ég að gera hérna? Þú ert að hjálpa mér að sleppa. Og hvers vegna er ég að því en ekki einhver önnur? Af því að engin önnur eða annar getur. Og sem þetta er höfuð þín að hvaða gagni við norðlið getum orðið í ríkinu. Við erum til dæmis sérfræðingar í vírusvörnum. Vírusvörnum? Auðvitað, hún er ekki verið vitlaus. Hvað eru vírusvörnum?
Ekki genga þessu. Þið fáið feit embætti á ríkinu. Og ef þú svíkur það, breyti ég þér í rottu. Og já, þú ert vitlaus. Ég svík það ekki. Ég meina líka alltaf allt sem ég segi. Elsku Bjartur, hunangsbánsinn minn. Kannski verður allt seinan þegar þú færð þetta bréf frá mér. Því skuggi greifi hefur læst mig inn í gamla turninum og hann ætlar að ræna völdum í ríkinu á meðan þið eru í burtu. Þú verður að flýta þér heim og stöðva þessar fyrirætlanir hans. Ég veit að þú, og bara þú, getur gert það. Elsku ástar konfektið minn. Ég sit aflangt við turngluggann og horfir út í þeirri von að þú birtist í sjónarönd með flokk manna til að bjarga mér úr prísundinni og konungdæminu og skíturum klóm skugga greifa. Komdu fljótt. Þess óskar þín sorgmætta unnusta, Dagbjörg prinsessa af Kömbum. X og út í hið óendanlega. P.S. Ef þú sérð einhverjar fallegar kjólabuxur á leiðinni heim, máttu alveg kaupa þær. Hvað segir í dag tilvonandi eiginkona mín? Búin elda? Ég mun aldrei giftast þér. Láttu nú ekki svona. Þú finnur ekki betra mann sem mig. Ég er ríkur, ég er skemmtilegur og síðast en ekki síst, alveg ferlega myndalegur. Þú ljótur og leiður. Það er bara Bjartur riddari sem er myndalegur og góður og honum ætla ég að giftast. Ég er nú ekki viss að það verði. Ég er nú reyndar alveg handviss að það verður ekki. Hann kemur bráðum heim og það mun að varpa þér í fangelsið og frelsa mig úr þessari prísund. Ég held hann kom ekkert heim. Hvað áttu við? Kom ekkert heim? Auðvitað kemur hann heim. Hann elskar mig. Dauðir menn elska ekki. Já, hvort dremið þinn? Ég hef nú kannski ekki átt að sjá þetta við hana. Ertu vögnuð? Bjartur minn, riddari, dáinn. Var verið að segja mér það? Eða var mér bara að dreyma? Þið hlýtur að hafa verið að dreyma, litla púðdósi mín. Eða þú hefur misseitt. Þarf ég að vera hérna lengur? Nei, elsku dúlla mín. Ég sendi þetta biskupnum og læt hann búsa okkur saman. Komdu strax með mér. Nei, frekar verð ég hérna til eilífðarnótt en að giftast þér illmannið. Ó, þú ert svo fallegur reifi. Hafðu það bara svo vilt, en mundu að eilíf er langur tími.